í jólafríinu eða kortir í jólafrí og þið ætlið að greita þetta fyrir mig. Bara 1-10. Og sumir eru ekki búin að spila leik en þið ætlið samt að gera það. Ok. Og við ætlum að byrja á Sven inn fyrir Julio de Assis Njarðvík. Bara 1-10. Ég gef þessu 6, þessi Svenni fýll leikmaður en ég er viljað að Njarðvík myndi pikka upp einhvern stærri, meiri fjarka. Ok, fair. Steinar? Ég skal gefa þessu kannski aðeins herra, ég skal gefa þessu svona 7. Já, 6 og 7. Ef hann væri 1,98 eða 96, þá Já. færi ég í 7 líka en hann er hún lítið. Mér finnst það bara svo gott uppgreita því að mér varst Julio svo glataður. Sko. Já. Þannig að- Já, ég er eiginlega þar, skilur. Þannig að sko, ég ætla að gefa þessu 8 og þá mætumst við bara í 7 sem meðaltal sko. Já, mest 7 bara svona mjög solid fyrir þetta, þetta er ekkert eitthvað sturlað Nei. replacement, en þetta er bara, þetta er upgrade. Þetta er svo mikið uppgreita því að hinn var ekki betri en hann var sko. Já, Hann líka verið erfiður í þokkabótu utanvallar held ég, inn í klefa og Já. heldur það? já, svona attitude í honum. Og heyri það eftir Keflavíkurleikinn eitthvað Það hefur nú alltaf. sparkandi í ykkur ruslatunnur og eitthvað svona. Já. Það er bara holdt. Nei, ekki þú getur ekkert. Nenni maður ekki Það er erfitt að vera maður nennir ekki að gaurinn sem get ekki raskast Já, það er að sparka svolítið ykkur á svoleiðis, sko. tunnur. Já. Bara sest þú niður og þegiðu. En varst þú ekki þannig, manni? Jú, en það var ég ekkert svo auðvildastur í hóp held ég alltaf. Við þurfum aldrei að bakka neitt upp hér sjálfur sko. Hérna, hvernig líst ykkur á Emilio Abanic í staðinn fyrir Sarko Jukic eða svona kannski Ég hef ekki síðan náttúrulega, hefur við en kíkt á Sarka Júkits er það umöluður, þó ég held hann að vera góður í hóp og þitt að vera allir inn hjá öllum íringunum, á þess að ég vita eitthvað upp Já. þessu marki. En þetta þykir vera góð skotmaður eða ekki? En þetta er sem vantar. Já, þetta hlýtur að vera uppgreið. Ég er svona aðeins búinn að skoða hann gæja. Ég er ekki skoðan bara aðeins. Ég er með mikinn, svona, með svona króata fordóma, sko. Ég man ekki eftir góðan krótæðina, sko. Mjög óalgengir. Bara Tjötni og Bara Mario. Júkits voru svo leiðild kombo hann að báðir hvorur einhver sjúter bara ef þessi getur Já. gripið og skotið þá er þetta allt annað hjá þeim. Er ekki Mario besti króta sem komið inn að bara Hver? Mario? Ég ætla nú alltaf að setja minn mann andstæðing til margra ára, Karlovic, þarna, sko. Já. Það er minn maður, minn króati. Er Mario ekki betri eða? Jú, örugglega. Mario betri. Betri núna því að hinn kom inn að 37 ára á haltur, skilur Já, við. já. Þú veist, sem, Hann er töffari. já, ég held að hann fallegan feril í Króatíu, skilur við, sem körfuboltamaður, sko. Já. Ég fíla það líka. Þannig að hvað gefum við þessu? Bara blind. Gefur sér bara CB10, sko. Já. Ég er eiginlega þar. Ég er að spara tíuna mína. Á þess að ég hafi séðan, sko. Mér líður, sko, eins og þarna, Ég var nánast, áður að segja það, nánast þar að það hefði tekið nánast hvert sem er. Já, Það var Sarka Júkits. ég ætla að segja það. Múli á því að sís. Nánast, sko. Sko, það voru margir leiki sem voru bara 5 stig og 2 frákust til Sarko Júkits. Já, allt og margir. Þannig að mér líður eins og þau séu að bæta við útlendinga ígildi, sko. Sko, við erum með Julio de Assis svona. Ef ég var í Ía, ég myndi hendur þessu Bargnani og ef þeir eru að spara ekki pening, Já, ég held að þessu betur sett með Julio de Assis, Sutsum, Marcel, Styrmi og þarna Ilja heldur en þurfa þeir ekki samt aðeins að fara að hætta í fútbolmanager þarna upp á Skaga. Jú. Það setja einhverjir 3 gæjar og þeir eru bara í staðan fyrir að taka upp podcast þá setjast þið niður og opnir svo eitt kaldina jæja, strákar. þetta er bara svo Ég var að erfitt. reka einhvern núna. Þetta er bara svo erfitt, þegar þú tekur ekki stöðu inn fyrir stöðu, þá þarf alltaf að fara í einhver eina breytingu viðbót. Og svo eru þau bara eitthvað eftir einhvern tapleikin bara, já, þú veist, við getum svona ekki rekin eitt, ekki bara reka frikk að jú, andskotin, rekum hann bara, þú langt sem við rákum eitthvað. Setja það svo mynda honum í tilkynningu. Já, þeir eru alveg óðir að reka menn annars. Hvað ætla að gefa þessu? Þú gefur þessu 10? Ég ætla nú bara að gefa þessu 7, Já, ég veit sjö ekki. bara, þú veist. Já, þeir eru ekki að sæna Taivo Badmus í staðinn fyrir hann, sko. Þú veist, ok, 8-5. Okay. En Remi Martin, Ef þú vilt að það sé mælikvarinn, skilur. hvað ætla það, mér langar aðeins að rökra þetta? Ég segi 9. Já, ég segi 9 líka. Ok. En Ég er ekkert eðla peppa, líka bara fyrir deildina. það er ógeðslega skemmtilegt. Já. En við skoðum samt aðeins Rey Martin, hann er náttúrulega ógeðslega góður. Það blekkir pínu, hann afirðið þess að einhver 23-4 stig síðast en varna. Já. Hann átti alltaf einu sprengju, svo var hann mjög oft með 17-18 stig. Já. En þá kannski var hann með 15 stóðsendingar. Já, eins og þú segir að þarna að góða við hann er
ef hann kemst inn í miðjuna og það er einhver opinn í kringu sig, hann lætur Samir sem alltaf fá boltan og er í opið skot. Hann líka var svo miklu betri í öllu þegar leið á tímabilið síðast. Já, þessi leikur sem hann meiðist í. Hann var betri og betri, bara því næst en dróst play-off, sko. Þessi leikur sem hann meiðist í úrslagkernum við Grindavík. Club mate, eða? Nei takk, ekki takk. Ég er í aðhaldi. Nýtt ár, nýtt ég. Hann var á leiðin að fara í 70 stig, sko. Sko, já, ég man eftir því, en það sem að, sko, mér finnst það svo áhugavert hvað þetta er mikil, sko, að því að þú varst að tala hérna áður við komum tökur að þú veist að breyta í Akranesi þú veist ekki að sæna stöðu fyrir stöðu, skilurðu? Þú veist, það er búið að tala mjög illa Morsell einhvern veginn. Hann er bara verið fín, ekki meira en það. En þú veist, hann er samt svona, mér langar bara að kalla hann elitu varnamann samt, sko. Já. Þetta er bara 195 cm sterkur gaur sem læsir besta sóknarmanninum í hinleiðin, sko. Og mér finnst Keflavík verið búin að spila bara svona kraftkörfubolta hingað til. Hægt og Danni talaði um það strax eftir fyrsta leik sem þeir unnu að það verið bara vörn. Og nú sænaði þeir gaur sem var hataður af Keflvíkingum fyrstu 3 leikina þegar hann var hérna síðast því hann spilaði enga vörn og allir ætluðu að rekka hann. Svo byrjaði hann að droppa 30 stigum og þá elskuðu hann allir. Þannig að ég er svona, þetta er svo mikil breyting í, sko. En hvað vildi þú að Keflavík myndi gera? Einhverju þurfti að breyta? Ég er bara að ræða þetta. Svipa eins og með hana Egor sem allir tala sé ógeðslega góður. Mér finnst hann ekkert búinn að vera spes. Ég held að leiknum náttúrulega var hann hræðilegur. Ég held að þetta losi aðeins að hann fái kannski meiri opinn lúk, bara grípa og skjóta. Já. Síðast þá var hann með Urban Óman. Hann var ofta opinn, sko, hann vildi bara ekkert skjóta. Þarna ertu með Egor í staðinn. Já. Og Ástralegar getur alveg skotið, mjög góð skotmaður ef hann fær bara galupi skot. Já. Og Hilmar með þeim. Ég ætla alveg að gefa þessu, ef að gefa þessu 10 bara allir eða? Ég hendi 9. Já, ég er 9 svona. Já, hendum bara 9 á þetta. Ég er bara að segja að þetta verður alveg áhugavert fyrir til dæmis Hilmar Pétursson, sem er búinn að vera, þú veist, ekki í öllum leikjum, en hann hefur verið bara svona, þú veist, með við sísonið fyrra, þá hefur maður miklu betri. Og maður svona býður eftir því að hann svona springi alveg út einhvern veginn. Þú veist, það er ekkert að fara að gerast núna, sko. Maður veit ekki. Hann sér ekkert bolta. Ólíklegra. En kannski áfnast meira fyrir hann. Af því að Reynmartin bara er þannig típa, hann dregur alltaf að sér, sko. En Hilmar er bara ekki bullandi aðdráttarafl, skilur. Hann er bara svo stór segull sem mætir hann og bara varnarmenn eftir að sogast inn í teg af hann. Já. Hilmar lítur að finnast þetta skemmtilega heldur en að enda bara í 5. sæti og hann fer dýpar inn í play-offs með Martin heldur, eða meiri líkur að því heldur en ekki. Já, mér finnst það bara að Keflavík þurfti að gera eitthvað og mér finnst það bara geggjað breyting og fyrir deildinni líka, það munir fullt að liði stjúnun á fyrsta leikinni á Remi Martin bara til að sjá hvað er að frétta, sko. Er hann eitthvað líkur sér hvernig hann var inn áður að mittist? Hvernig eru sögurnar? Er hann í toppstandi? Nú ert þú með... Instagram-sögurnar eru alltaf náttúrulega góðar. Já. Þú ert með Eyrun á, hvað er það, Sunnubraut? Maður heyri það hans í hörkustandi. Já. Ég sá okkar mynd á Instagram sem að postaði svona 20 Ozempic bréfum. Já. Veit ekki hvort að það hafa eitthvað vandamál hjá honum, en... Ég meina það er ekki slæll yfirþyngda á Suðurnesjum alltaf. Bara mæta með þetta bara. En hérna... Bara sem menn sem hafa verið að followa hann á Instagram okkur síðust ára, sé hann sé alltaf posta hann sé eitthvað í gyminu að skjóta og í ræktinni og eitthvað og ég held að hann haldið sér standi bara og... Já. Hann er ekkert gamall, skilur. Þeir eiga hvað vorum að tala um á mánudagskvöldi í bikarnum. Val. Já. Hann fær strax Val í andlitið. Ef hann verið komið með leyfi. Hann verið komið með leyfi. Líklegast, en... Á viku verður hann alltaf komið með leyfi. Held ég. Líklegast, já. En svo sitja þeir hjá á föstudaginn að því að stólarnir voru að keppa í Kosovo í gær til að með sigurinn þar. Þannig að... Mjög vel gert það. Mjög vel gert til þeim. Komið í 16 liða. Já. En já, þannig að hann spilar ekki fyrr en að verði bikarleikur, hann verði með leyfi þar. Að því að þeir sitja hjá í deild. Líklegast, þú veist, við náttúrulega vitum ekki. Það verður skemmtilegt að því að sko síðast þegar hann spilaði Val, það var langlíðasti leikurinn hans á Íslandi. Ég kýta það daginn og sendi þér. Já. Þegar að þeir gjörsamlega pökkuðu þeim saman. Já. Heyrðu, aðna nýja, Altanes, John Hopkins heim, Miskovic inn, hröðum þetta aðeins upp svo við náum að klára hann og þátt einhvern tímann. Hvað gefum við þessu? Annað gaur sem við höfum ekki séð. Þetta er líka nýja, sko.
Já, nýja, því Hopkins var það glataður. Já. Og líka bara ég spenntur fyrir barnastjörnunni, sko. Barnastjarna inn, Hopkins heim. Pottet að Hopkins hafi líka verið barnastjarna í Finnlandi, sko. Bara á einhverja landsliðsleiki og titla í út alla, þannig að, ég ætla nú ekki að gefa þessu Remi Martin þessi var vel MVP á 18 EM, sko. Þú varst alveg barnastjarna með Serbíu og þeir unnu. Gefum þessu 8. Já. Sarko Jukic inn í Ármann í staðinn fyrir Lagio Grant San. Ás. Mér fannst Lazio ekki eitthvað verri en Sarko, sko. Nei. Þannig að þetta er meðsli, sko. Já, ég að segja, þú veist. Þetta er bara voða svipa leikmenn. Ég meðst Lazio er jafnvel betri, sko. En bara öðruvísi leikmenn svo sem meiri svona... Ætlum við að gefa þessu pass? Ætlum við að gefa þessu yfir 5 eða? Nei. Þetta er bara svona... Ekki fjarki eða? 4,5. Já, svona næstuði náður starffræðiprófunum dæmi. Já. Þú veist, hann var hérna og alltaf og þeir spara sér rugla flug með það og eitthvað. Já, og þeim vantar leikmann í þessu stöðu, skilur, og þetta er bara leiðin fyrir þá, ég menna... Ætlum við þá að gefa þessu 5? Er þetta pass? Já, 4,5 er nóg. 4,5? Það námyndast við 5. Eftir í hvaða skóla þú ert, við erum í lögfræði hérna. Námyndast við 5. Ekki átt í lögfræði. Þetta sleppur á því að Grantsan var middur og svona, þannig við getum ekkert verið ómikið. Skiljum þetta. Svona boring, við skiljum þetta og gefum þessu 5. Já, ok. Svo kannski kosturum við þetta er að Grantsan vildi svolítið hanga fyrir utan sem að Ármann þarf ekki, Sarko vill samt svona, hann alltaf getur ekkert skotið en kannski vill hann hanga fyrir utan. En þetta, meðan Grantsan ómikið verið að taka einhverja, þeir eru með nóga þannig leikmönnum. En hvað gefið þið Darrell Morsell inn fyrir Walker upp á Skaga? Ég segi 8. Já, ég segi líka 5-8. Tæknilega séð vantar en fjarka. Ég meina, ef að ok, förum í Skagan eftir, þannig að það er næsta plassi, klárum bara þetta. Það fjarka þangu til að koma tilbaka. Já. Þannig að við gefum þessu 8. Þannig að sænar ekki leikmann núna. En Morsell, ég skil alveg, hann er á landinu og þú veist hefur síðan og þá pikkar hann alltaf upp, hann mun styrkja það ógeðslega mikið. Hann mun gera það. En ætli Ármann hafi ekki heyrt í Morsell? Ég held þeir eru bara ekki með þannig penning, sko. Það hefði verið burt með Kana á þeim. Morsell, þeim vantar, hann er bara þristur eins og Kani þeirra. Já. Sagan sagði bara Morsell var heldur dýr, sko. Já. Skagin eru bara, þú veist, þetta virðist bara vera þannig að Ármann eru bara einhvern veginn að klára þetta season einhvern veginn og Braginn er í bróði sinn til þess að vera með leikmenn, skilur og þeir taka Sarko Jukic sem er lélegasti bossmaður deildarinnar rekinn og meðan Skagin er ennþá bara eitthvað svona að reyna að halda sér í deildinni, fattur. Þetta virðist vera svona algjörlega mismunandi hugsunarháttur hjá stjórnunum, sko. Ég er ekki frá því, sko, að Morsell hafi verið dýrasti karinn í deildinni. Já, ok. Hörður Unnsteins sagði í skiptuborðinu að hann hefði heyrt það milli Jól Níos að Ía hefði verið að bjóða í Braga. Hafið þið heyrt þetta? Nei. Frábær saga, ég ætla að trúa henni. Hann sagði þetta í skiptuborðinu, já, Hörður myndi aldrei fara að bulla svona. Miðað við allt sem að Skaginn hefur verið að gera, eins og Matti segir, sitja 3 með kaldan og eru í fótbolmann. Já, bjóða Braga bara. Og mér bara stið allt þetta. Allt svona, ég finnst bara að gegja það. Ég meina, tala um þetta að Njarðvík og svona liði að vera að gera þetta í Sigvalda til dæmis og fleira, sko. Málið er ef að Skaginn fellur. Sko, ef að öll önnur lið heldur en þessi 2 falla, þá er 99% líkur að þau komast aftur upp. Já. Fattar þau? Þurfum við eitthvað að fara að nefna þau, skilur. Ég meina, KR og IR komur strax bara bæðið upp, skilur. Já. Þú veist hvað ég meina? Bara með unga kjarna, skilur, og leikmenn sem eru góðir og með reynslu. Og bara stjórn og budget, þú veist, ef að Þorláksson fellur og langar að komast upp, bara setjast með niður og bara taka 4 útlendinga og allir kosta 3 og 5 lágmark. Já. Það er bara nóg til að pakka fyrstu deildinni saman, sko. Alla jafnlega, já. Já. En þú veist, ef að Akranes fellur, þá bara, þú veist, hver veit, skilur, kannski þurfa að bíða til í 20 ár, sko. Já, maður veit það ekki. Það er svona öðruvísi, fattar þau. Þeir eru ekki með þennan íslenska kjarna, sem tölum oft af góðu leikmennum. Og líka bara svona þessa samfellda sögu síðan að ég byrjaði að fylgjast með körfubolta, skilur, að vera í úrvalsdeild, sko. Já, líka bara KR með Turbo og þannig Þorra og Lars og fylgta ungu gaurum. Og ég er með Hákon og alls konar svona gaurar, skilur. Já, líka bara með yngri flokka í þess félög eru bara með þannig yngri flokka líka að koma alltaf yngri gaurar upp, sko. Ég er bara aðeins minna bæjarfélag og þetta er erfiðara. Þeir eru allir í fótbolta. Já, og það líka. En síðasta, Toms í KR í staðinn fyrir Vlatko Granic.
tölum það þetta á hann. En það er náttúrulega kannski erfitt að gefa þessu fyrst að hann er kannski að koma í staðinn fyrir Júkovic ef að Granis kemur svo inn. En bara, ok, hvað gefið þið þá bara þessu sæni? Mér minnir 8, 9, 8. að Granis sé það hérna. En ég ætla ekki að sverja Ég heyrði þið sömu sögu. Það er bara frábær leikmaður. Sér Tóms. Já, lítið Ég bara hef ekki bara gefið þessu 10 eða? Jú, ég held það. Nei, kannski ekki alveg. 9. Jú, 9. það fær alveg 8-5-9. Já. Ok. Ég vil bara sjá fleiri leiki með honum og sjá hann vera ennþá betri. Já. Það var með hvað, 13-15 stig eða eitthvað í síðasta leik. Mjög flott skot. 15. Já, þú veist, bara solid skilur, solid framist að. Það geggja skot. Þeir eru Ármann á morgun.